og muna vel eftir uppbyggingarárum skólans og þeim frumkvöðlabrag sem einkenndi skólastarfið á 9. áratug síðustu aldar. Nýjum andlitum í bænum, nýjum viðburðum í félagslífi bæjarins og ferskum straumum sem léku austfirskt samfélag. Við sendum okkar bestu kveðjur til skólans og sérstakar heilla óskir til skólameistara og útskriftarefna skólans vorið 2026. Takk fyrir það. Nokkrar breytingar voru á starfsmannamálum skólans við upphaf þessa skólaárs. Thelma Björg Snorradóttir var ráðin brautastjóri starfsbrautar í stað Sigríðar Gunnarsdóttur sem flutti sig á Suðurlandið. Davíð Líneasson tók við stöðu raungreina á stærðfræði. Rannveig Þórðarsdóttir tók við stöðu fjarnámsstjóra þetta skólaárið í fjarveru Jóníðar Jónsdóttir sem fór í námsleyfi. Nanna Halldóra Ímsland, náms- og starfsráðgjafi, tók að ný við stöðu náms- og starfsráðgjafi í byrjun seinni spannar eftir árs fjarveru. Elín Ása Heiðarsdóttir, starfræðikennari, kom inn á vorin eftir fæðingarorlof og Björg Eiðursdóttir tók aflýsingu á vorin í náttúrufræði ábúð. Fleiri hreyfingar á starfsfólki eru þessa vikuna, einkum vegna stífrar aðhaldskröfu frá ríkinu með því markmiði að minnka uppsafnaðan halla skólans við ríkissjóðs. Á vordögum hefur mikil orka farið í leit að aukinni hagræðingu í rekstri skólans með tilheyrandi óvissu og óöryggi fyrir mannauð skólans. Ég vil við þetta tækifæri þakka starfsfólki skólans fyrir ró og yfirvegun við þessar erfiðu aðstæður og ég er þess fullviss að senn birti til og skólinn náði vopnum sínum að nýju, Austurlandi öllu til heilla. Óvissu skipun skólameistara ME var eitt í fyrradag. Við það tilefni mér efst í huga auðmýkt og þakklæti fyrir allan stuðning sem ég fundi fyrir í eyðimerkurgöngu undanfarinna mánaða. Frá okkar ágæta og frábæra starfsfólki, skólanefnd ME sem hefur sannarlega staðið vaktina og síðan bara öllu þessu samfélagi sem umlykur okkur hér. Mitt verkefni verður áfram að skólinn blómstra sem aldrei fyrr, í krafti öflugs áfangaframboðs og ekki síður að vera stofnun sem stækkar og þroskar þjónustuþegana á alla lund. En snúum okkur á tilefni þess að fagnaðar hér í Hótel Valarskála í dag. Í dag útskrifast 47 nemendur frá menntaskólanum á Egilsstöðum. 39 þeirra eru hér með athöfn í dag, en illa 40. Kynjahlutfallið er 23 karl og 24 konur. Það er næstu 50-50. Varðandi heimilisfestuna þá koma 16 þeirra frá Egilsstöðum, 2 af Jökuldal, 1 úr Fellum og 1 úr Jökulsárhlíð. 2 nemendur kom frá Seyðisfirði, 1 er frá Reyðarfirði og 3 frá Eskifirði. 1 frá Fáskrúðsfirði, 1 frá Stöðvarfirði, 4 frá Djúpavogi og 1 frá Höfn í Hornafirði. Hinum megin á landinu koma síðan 4 nemendur úr Reykjavík, 1 úr Kópavogi, 3 úr Garðabæ, 3 úr Reykjanesbæ, 1 frá Grindavík og 1 úr Mosfellsbæ. En að skólastarfi þessa ágæta skólaárs, við byrjun haustana, það voru 225 dagskólanemar skráðir til náms og þeim fjölgaði 30 frá árinu áður og þar að bættust við 112 yngri og eldri nýnemar. Þannig að umskipti voru vissulega talsverð. Rúmlega 100 nemendur, að stóran hluta nýnemar komu sín inn á heimavist og nemendur urðu aftur 2 og 3 saman á herbyggjum. Sú aukning speglaðist jafnt í mun líflegra heimavistarlífi og enn fleiri gráum hárum á höfði skólameistara. Nokkur hópur heimavistabúa átti erfitt með að fylgja heimavistarreglum, til dæmis varðandi ró eftir miðnætti og næturöld og annað svona smotterí. Næturlúndar og annars konar áhættuhegðun lítils hóps heimavistabúa urðu jafnvel óþægilega algengir. Tekið var á þeirri stöðu með lokun útidýra heimavistar frá miðnætti fram til miðmorguns til að tryggja betur öryggi heimavistabúa og auka gæði svefntímans. Fyrsti dagur, skóladagur haustannar, var sem fyrirhelgaður móttöku nýnema, þar sem áherslan var á að koma þeim sem fyrst inn í námskerfi skólans og námsvef, þannig að þau myndu spjara sig fljótt og vel. Þau tóku síðan á göngutúrum þéttbýlið sem endaði í kakói og kleinum á skólalóðinni. Nýnema víxla gekk einn með óskum. Þar voru alls konar þrautir og leikir kringum heimavistina og ánægju og gleði skeið hverju andliti. Allt fór vel fram og ég nota þetta tækifæri til að hrósa nemendafélaginu fyrir að festa í sessi nýjar og manneskjulegri hefðir fyrir þann mikilvæga atburð sem móttaka nýrra nemenda er. Árlegu nýnemagöngutúr var síðan nýttur saman við göngutúr allra nemenda í byrjun september þar sem gengið var niður á Freysnes. Nú að skólastarfinu fyrir ykkar, vegferð okkar í ME með spannar og verkefnatímakerfi sem námsskipulag gengur að óskum
eftir rúman áratug, en slíkt skipulag miðar meðal annars að því að minnka áherslu á kennslu kennara í kennslutímum og auka ábyrgð og áherslu á námi nemenda. Þar horft til þess að auka skuldbindingu nemandans á eigin námi og stuðla þar með að meiri áhuga hjá nemandanum fyrir námsefninu. Með nýju námsumsjónarkerfi hafa síðan möguleikar á fjölbreyttum verkefnaskilum aukist til muna og einnig öll endurgjöf voru mjög munu auðveldari, en skjót endurgjöf kennara til nemenda í kjölfar verkefnaskila í einn af hornsteinum leysingnáms sem skólinn kennir sig við þessi ári. Skólaþróunarverkefni þetta ári var helgað gervigreind. Stóra málið fyrir menntastofnanir á framhaldsskólastigi eins og að sem flestir tileinki sér ábyrga notkun gervigreindar í námi sínu og forðist hann pitt að klippa og líma inn gagnrýnislausan gervigreindarvaðal inn í öll þau verkefni sem þau eiga að skila. Slíka iðja náttúrulega sannkallaður þroskaþjófur og lítið skylt við að tileinka sér þekkingu. En þetta auðvitað að segja heldur nýja komast og mikil svona barátta þessa dagana hvernig beri með gervigreindina. En tilkoman náttúrulega vaxandi hreyfiafl í skólastarfi í dag og umgengni hana mjög verðugt verkefni. Og það þarf líka að hafa í huga að gervigreindin ennþá langt frá hefur verið fullkomin staðgengi til mannlegrar nærveru og greindar. Gervigreindina ber hins vegar að nýta sem öflugt vinnutæki sem þarf að stjórna og stýra við hvert fótmál. Og það auðvitað nauðsynlegt að fylgja viðmiðum og reglum persónuvernd og öryggi og svo síðan hvernig farið með gögn. Ég sendi til gamans í fyrra reyndar, en þetta nú skemmtileg saga. Ég sendi til gamans kollegum minn með ME sem mikil áhugaverð gervigreind. Grein, þar sem fullvitað að gervigreind myndi ryðja til dæmis kennurum eins og öðrum stéttum úr starfi og gera það úrelta. Hann sendi mér hæl svar frá ChatGPT þar sem þveröfug sýn kom fram á hlutverk kennara á þessari nýju veröld. Meðal annars var peppræða á þessa leið. Kæru samstarfsfélagar, kennarar, foreldrar og framtíðarmenn, nemendur. Við stöndum á tímamótum, ekki bara í menntun, heldur hvernig við sem samfélag skilgreinum hvað það þýðir að læra, að kenna og hvað það þýðir að vaxa. Við höfum áður gengið í gegnum tæknibyltingar. Við fengum vasareiknin, tölvuna, netið, snjalltækin og ekkert af þessu leysti kennarinn á hólmi. Þvert á móti, þessi tæki stækkuðu möguleikana. En nú stöndum við fram fyrir tæki sem getur ekki bara stutt við kennslu, heldur framkvæmdana. Og í einhverjum tilfellum kannski betur en við sjálf. Það vissulega óþægileg hugsun. En við megum ekki bregðast við með ótta, við höfum að bregðast við með hugrekki og ábyrgð. Gervigreind í skólastarfinu getur fært okkur nákvæmari leiðsögn, jöfnuð í aðgengi, betri aðlögun á nemendum og betri nýtingu á tíma kennarar. Hún getur líka fært okkur hættu ef við gleymum að spyrja. Hver ræður því hvað hún kennir og hver sér hún gleymi ekki þessu manneskjulega. Við viljum auðvitað ekki skólakerfi þar sem börn tala bara við skjá. Við viljum skóla þar sem börn læra í samtal, samhygð og siðvit, en líka með hjálp tækni sem nær að sníða námið að þeirra þörfum. Við viljum ekki fækkun kennara á nauð, heldur umbreytingu starfsins af virðingu. Við viljum kennara sem eru ekki fastir í prófapunktum og töflureiknum, heldur lausi til þess að hlusta, styðja og leiða nemanda. Þess vegna segi ég innleiðum gervigreind, en gerum það með íslensku hjarta í opnu samtali með siðferðislegum ramma. Ekki til að losna við fólk, heldur til að styrkja fólk. Og ekki til að afnema kennaran, heldur til að frelsa hann til þess sem skiptir máli. Framtíðin kallar við getum verið fyrst, ekki að því að elskum nýjungar, heldur að því við elskum nemendunar okkar. Og þetta konsept úr gervigreindinni, bara spýtti þessu út, þannig að ég eiginlega hætti að rífast þetta, hvort að kennarar eru einhvern tímann úreltir. En eins og ég segi, þetta allt líkjandi núna og orðið bara talsvert erfitt að eiga við. Og kennarar eru margir hverjir orðnir móðir að eltast við fullkomna gervigreindartexta. Sem eru kannski bara á háskólastíði, bara masterstíði og nefndi sig bara í einhverju hluta vegna bara í grunnáfanga í menntaskóla. En mjög erfitt að eins og ég segi. En þarna þarf að kenna mönnum vinnubrögð. Jæja, menntaskóla Egilsstöðum hlaut fyrsta sæti sem stofnun ársins 2025 eftir 2 gull og síðan brons síðustu 2 árum þar á undan í hópi ríkisstofnana með 40-89 starfsmönnum. Slíkar niðurstöður eru þetta alltaf mjög ánægjulegar og endurspegla góðan starfsanda innan dyra. Þessi niðurstaða ennfremur
í takt við niðurstöður kannana varðandi nám og kennslu sem lýsa ánægju með gott námsskipulag og gæði skólastarfsins. Einnig hávær orðræða gott viðmót og mikla og góða vinnu kringum nemendur okkar. Þessir jákvæðu straumar eru sannarlega til þess fallnir að efla okkur í starfi með að markmið að gera góðan skóla enn betri. En hvernig gengur þetta námsskipulag okkar í ME með þessari miklu áherslu á nám nemenda? Það er auðvitað seginsaga að alls kyns námsskipulag virkar vel fyrir góða og vinnusama nemendur og að sama skapi hjálpar gott námsskipulag ekki áhugalausum og óvirkum nemendum. En gegnum 15 ár í spannakerfi þá hafa vissulega orðið breytingar til batnaðar síðustu árin á nemendum varðandi nýtingu á verkefnatímum þar sem kennarar veita aðstoð við heimanám á skólatíma og nemendum með gott vinnulag og góða nýtingu á verkefnatímum eiga þarna tiltölulega auðvelt með að klára sér vinnudag í skólanum. En það að taka ábyrgð á eigin námi og námsgengi ekki alltaf bein braut og veldur þar hver á heldur. Þarna er mikill einstaklingsmunur á, því að auðvitað koma nemendur inn í skólanum með mismunandi áhuga, þroska og bakgrunn. Sumum veitist létt að tileinka sér breytt vinnubrögð og þrífast vel í verkefnatímum, en fyrir marga nemendur þessi eignun á eigin námi og í raun á eigin örlögum í náminu varla komin á við lok framhaldsskólans. Kennarar og aðra starfsmenn eru einnig vel í stakk búnir til að sinna jafnt dagskóla og fjarnemum og það er gegnumgangandi mikil ánægja með fjarnám skólans frá hendi þjónustuþega. Menntaskólamiðstöðum hefur gjörbreyst í laginu síðasta áratuginn þar sem dagskólanemum fækkaði tæplega 100 nemendur eða þriðjung milli áranna 2016 til 2021 meðal annars vegna 3 ára námsins sem námsloka sem fór þá að bíta í fullum þunga. Þessari fækkun á mætt með aukinni sóknin á fjárnámsmarkaðinn og menntaskólinn skilar enn af sér 310 ársnemum eins og var áður en með mun færri dagskólanemum. Spannakerfið og mjög góð þjónusta kennara og kennslu við skólans hefur eins og áður sagði skilað menntaskólanum miklum fjölda fjarnema. Á síðustu haustinu stunduðu 200 fjarnema nám í sömu áföngum og 220 dagskólanemar sem segir sitt mikilvægi fjarnáms varðandi bæði rekstur og námsframboð. Á vorin fækkaði dagskólanemi síðan niður í 200 en fjarnemi fjölgaði eftir að samanskapi upp í 260 á sama tíma. Og við hefum verið með annir þar sem við hefum verið yfir 400 fjarnema í sömu áfengum og staðnemarnir í. Þannig að þarna er mikil teygja sem hjálpar okkur mjög mikið við að halda úti námsframboði. Sama hvað við fáum hérna af miðunum hérna fyrir austan af dagskólanemi. En við notum sérst fjarnámið sem nokkuð svona sveiflujöfnun. Þegar dagskólahópar þynnast, þá þykkjast fjarnámshóparnir. Sniðugt. En fjöldi dagskólanema í menntaskólanum á hverjum tíma og virkni þeirra frá degi til dags. Hann ræður þó mestu gang skólastarfsins og hvernig skólabragurinn hverju sinni. Rauði þráðurinn í gegnum vel heimna skólastarf að mínu mati að skila af sér bjartsýnu, duglegu og kraftmiklu fólki sem hefur alla burði til að láta gott af sér leiða til framtíðar. Því það mikilvægt að nemendum mæti gott viðmót allra starfsmanna skólans og jafn mikilvægt að setja þeim skýr viðmið til hvers ætlastæðum sem nemendum í framhaldsskóla. Það er nokkuð kúnst að ýta nemendum mjúklega áfram en þó innan þeirra ramma sem að skólinn setur, þannig að sem fæstir gangi í hringi eða falli af hjólinu á skólagöngu sinni. Nemendafélag skólans hefur staðið vaktana mjög vel þetta haustið og veturinn með kraftmiklu félagslífi. Þar má nefna nýnemamóttökuna og nýnemaball og aski í byrjun skólaárs. Það má nefna Ólympíuleika Austurlands á Hornafirði í byrjun nóvember. Þar fóru 60 manns á rútuferð sem orðinn mjög sjaldgæfur lúxus. Að fara í rútuferð í menntaskóla er bara næstum, ég veit ekki eins og hvað, það er mjög óalgengt orðið. En allavega stórskemmtilegt og þar blésuðu rúmlega 150 nemendur úr 3 framhaldsskólum Austurlands. Þeir blésuðu sig edrúin á ball í Sindrabæ sem gekk á óskum. Þannig að tímarnir breytast og mennirnir með. Tónlistarklúbbur skólans, hann hélt mjög eftirminnilega eittístónleika í Valaskjálf undir fullu húsi í nóvember þar sem 23 nemendur stigu hér á svið og komu á dagskránni. Frábært framtak þar sem sköpunargáfan fékk bæði farveg og áhorf. Og eftir að geta þessi síðustu 3 árin, eða 4 árin, þá blása allir nemendur sig edrúin á böll á vegum skólans. Og mikilvægt að halda slíku vinnulagi áfram og kenna mönnum að skemmta sér án vímuefna eins lengi og stætt er. Árshátíð skólans var haldin í byrjun 7. desember síðastliðinn
hér í Valaskjálf eins og mjög mikið af okkar giggum mjög mikil metnaðarmaður í skreytingu salar, tugir nemenda komaði að flikka upp salinn, hafa skikka borðhaldi og sjá skemmtadrið. Borðhald og skemmtu var síðan upp á rúma 4 klukkstundir og gera aðri betur. Og síðan kom ballið með lifandi tónlistafætti með þessu. Það nú heldur ekki mjög algengt. Nemendafélagið hefur einnig staðið vaktina með miðvikudags uppákomum hverri viku, annaðhvort á sal skólans eða annar staðar, síðan skipulagður kvöldíþróttatíma. Gettu betur hópur skólans náði firnagóðum árangri þetta árið, komst í undanúrslit og tapaði einungis fyrir sigurvegarum keppninnar, þannig að það er verulega gott. Heimsmeistararnir og einnig spunnu okkur. Og einnig tók nemendur þátt í frískeppni framhaldsskólanema eftir áramótin með tilheyrandi stemmingu. Eftir áramót var það síðan æfingar á LME fyrir leiksýningu ársins. Hún var að þessu sinni söngleikurinn fyrst í kossin og þetta verk innihélt meðal annars 20 lög, bæði hljóma, GCD, bubba og fyrir fleiri risa í íslensku tónlistarlífi. Og þessi uppfærsla var mjög vel heppnuð. Það var í Sláturhúsinu og ca. 30 nemendur sem vinnu sleitulaust í 6 vikur frá síðan ca. 5 til 9-10 á næstu hverjum degi ofan á fullt nám. Opnir dagar, þeir voru keyrðir sem aðskildi þemadagar til að brjóta upp hefðbundið skólastarf. Og Stefáni okkar Þórdís vann síðan Barkann í ár og stóð sig síðan fyrna í úrslitakeppni með frumsamið lag. Og síðan slútaðist þetta félagslíf með lokaballi eða lokatónleikum TME, núna fyrst í maí, sem voru hérna sjálfsögðu, Fyrnavíksóttir og hefnust mjög vel. Og síðan var hérna, hvað er maður að segja, einhvers konar útilega út í Brúarás og ball með Erpi Eyvindarsinni takið eftir og það virtist vera bara mjög skemmtilegt. Ég var að bara vitna það. Fyrir hönd skólans þá vil ég þakka öllum forsvarsmönnum NME og bara kannski til þess að bera vitni hversu öflugur nemendur eru. Þá fengu 9 nýstúdentar úr þessum hóp, þeir fengu sérstaka viðurkenningu fyrir félagsstörf sem þýðir það að þeir hafa annaðhvort verið í stjórn nefndafélagsins eða formenn nefnda eða deilda. Þannig að það er við erum að missa stóran hóp af mjög félagslega virku og flottu fólki sem við alltaf Maður heldur alltaf að þetta sé alltaf fallanda fæti, svo kemur alltaf nýr næsta haust sem betur fer. Það er eitt af skemmtunum og dýðinni við að vera í þessu starfi, að þetta gengur allt í hringi og það tekur einn með öðrum. En fyrir hönd skólans þá vil ég þakka öllum forsvarsmönnum nefndafélagsins og klúbbum fyrir mjög vel unnin störf þar sem af skólaárinu og ég vil þakka nemendum fyrir þátttöku í þeim viðburðum sem í boði hafa verið. Góðar stundir. Prófskírteina er að sjálfsögðu hápunktur dagsins og staðfesting á því sem þessi frábæru nemendur hafi unnið af á undanförnum árum. Í dag útskrifast eins og áður sagði 47 nemendur. Þeir útskrifast af 6 brautum. 12 af félagsgreinabraut, 4 af listnámsbraut, 9 af náttúrufræðibraut, 20 af óperubraut, 1 af framhaldsskólabraut og 1 með viðbótarnám til stúdentsprófs. Ég vil byrja á að fara yfir nöfn þeirra 11 nemenda sem eru ekki viðstödd í dag. En þau eru nú vonandi að fylgjast með útsendingunum og fylgjast með okkur í streymi. Það eru fyrst Adela Dervik, hún útskrifast á óperubraut, Amy Rós Jónsdóttir á óperubraut, Aron Breki Skúlason á óperubraut, Ágúst Már Þórðarsson, óperubraut, Ásdís Birta Óttarsdóttir með viðbótarnám til stúdentsprófs, Bjarki Leó Sindrason á framhaldsskólabraut, Bjarki Már Viðarsson, óperubraut, Fanney Rún Guðmundsdóttir, óperubraut, Hannes Hólm Elíasson, óperubraut, Kara Sól Einarsdóttir, óperubraut og Lilja Marín Guðmundsdóttir, félagsgreinabraut. Skulum gefa þeim öllum gott klapp. Jæja, þá er röðin komin að þessum 36 sem eru hér í salnum með okkur í dag og bíða spennt. Ég vil biðja gesti í salnum að bíða með að klappa þar til að allir hafa fengið skírteinin og sett upp húfuna.
Gestir sem að fylgjast með útsendingunni að sjálfsögðu svo fagna og klappa eins og þeim sýnist og vilja. Þá veit ég, fyrsta konu spennt og það er Arni Hauksdóttir, hún útskrifast af félagsgreinabraut. Við vorum búin að skikka þau til að stoppa á sviðinu, myndamóment. Auður Lárusson Snædal, útskrifast af náttúrufræðibraut. Auður Erna Aradóttir, útskrifast af opinbraut. Árbjörn Sigurður Hugason, útskrifast af opinbraut. Ásmundur Múli Ármannsson, útskrifast af félagsgreinabraut. Bjartur Blær Hjaltason, útskrifast af opinbraut. Bragi Már Birgisson, útskrifast af opinbraut. Brynja Kristjánsdóttir, útskrifast af félagsgreinabraut. Elín Eimur Guðjónsdóttir, útskrifast af náttúrufræðibraut. Eva Lind Guðmundsdóttir, útskrifast af félagsgreinabraut. Eysteinn Ás Aðalsteinsson, útskrifast af opinbraut. Fjóla Guðrún Sigurjónsdóttir, útskrifast af félagsgreinabraut. Gabriel Danielsson, útskrifast af náttúrufræðibraut. Guðlaug Björk Benediktsdóttir, útskrifast af opinbraut. Það er peppar í salnum. Guðný Edda Einarsdóttir, útskrifast af náttúrufræðibraut. Guðrún Inga Benediktsdóttir, útskrifast af listnámsbraut. Gunnhildur Karin Björnsdóttir, útskrifast af opinbraut. Heimir Loftur Gunnþórsson, útskrifast af náttúrufræðibraut.
Hólm Gissurason útskrifast á opinni braut. Hrafn Sigurðsson útskrifast af opinni braut. Höskuldur Már Ásgrímsson útskrifast af félagsgreinabraut. Ína Berglind Guðmundsdóttir útskrifast af náttúrufræðibraut. Við viljum biðja Ínu Berglind að hinkra aðeins á sviðinu. Hún Ína Berglind nefnilega dúk skólans vorið 2026 stóð sig með alveg ótrúlegum árangri og útskrifast núna með meðalenguna 9,92. Við viljum nota tækifærið og færa henni viðurkenningu fyrir góðan námsárangur. Ína fær nú afhentar bækurnar Íslenska plöntuhandbókin, Blómplöntur og birningar eftir Hörð Kristinsson, en þar öllum æðplöntutegundum íslensku flórunnar lýst í máli og myndum. Hún fær einnig bókina Vegvísi jarðfræði Íslands eftir Snæbjörn Guðmundsson, en henni er lýst sem ómissandi handbók fyrir alla þá hyggja og upplýsandi ferðalög landið. Við vonum að þessar bækur gagnist og gleðji Ínu á framtíðar ferðalögum. Nú mögum við klappa fyrir henni aftur. Nú höldum við áfram afhendingu prófskírteina. Ísold Gía Guðnýjardóttir útskrifast á opinni braut. Jódís Eva Bragadóttir útskrifast á listnámsbraut. Kristófer Bjarki Hafþórsson útskrifast á félagsgreinabraut. Lilja Björk Viðarsdóttir útskrifast á listnámsbraut. Magnús Gunnar Sigurjónsson útskrifast á náttúrufræðibraut. Mari Ósk Þórisdóttir útskrifast á opinni braut. Sáli Armaleti útskrifast á félagsgreinabraut. Sigríður Svandís Halldórsdóttir útskrifast á listnámsbraut.
Sigurásta Guðbjörg Ólafsdóttir útskrifast á opinni braut. Sigurður Atli Egilsson útskrifast á félagsgreinabraut. Sigurjón Tórafi Sigurðarsson útskrifast á náttúrufræðibraut. Stefanía Þórdís Vídalín Áslaugadóttir útskrifast á félagsgreinabraut. Steinar Aðalsteinsson útskrifast á náttúrufræðibraut. Þórir Freyr Kristjánsson útskrifast á félagsgreinabraut. Nú vil ég biðja ykkur, kæru nýstúdentar, að rísa úr sætum, lyfta húfunni hátt og vel upp í loftið og setja hann á kollinn. Og nú eigið þið skilið gott klapp. Kæru nýstúdentar, hjartanlega til hamingju með þessa vörðu í lífinu og ég veit að þetta er aðeins ein af mörgum. Í umslögum sem þið fengum með skírteinum ykkar er að finna gjöf frá skólanum sem þakklætisvott fyrir samveruna. Það er áletrana, útskriftarára merki skólans sem hann búið til í tæknismiðju ME. Góðar minningar frá degi eins og þessum gefa lífinu gildi síðar á lífsleiðinni þegar horft er yfir farin veg. Og nú megið þið setjast. Við hérna í Menntaskólanum höfum, eins og ég segja hver einasta ári, höfum verið gríðarlega heppin með nemendur sem hafa haldið uppi mjög virku og lifandi tónlistarstarfi. Í dag ætla nýstúdentarnir Svandís, Ína, Steinar, Auðun, Bragi og Stefanía að flytja fyrir okkur 4 lög. Og við ætlum að byrja á lögunum Þessi fallegi dagur eftir Bubba Mortens og svo ætlum við að fá að heyra frumsamið lag eftir Nínu Berglandi. Þannig ég ætla bara að biðja ykkur krakkar að koma upp á svið. Þau eru öllum hlútum kunnug hér og verða fljót að stilla upp.
Já, ég ætla að frumflytja splunkunýtt lag sem heitir Fljúgðu aðeins hærra og það fjallar bara þessi tímamót sem við erum á núna. Ég horfi langt, leyfi huganum að reika. Hugsa allt of mikið, hugurinn eins og hringekja. Hvað nú, hver eru næstu skref? Spurt úr öllum áttum, hvort ég láti eitthvað verða úr mér. En eigum við bara einn veg. Ég vona að þú fljúgir aðeins hærra í dag en í gær. Breiðir út vænginn á móti vindinum sem blæs. Ég vona að þú hættir að hræðast það sem þig dreymir og landir himininn bera þig lengra. Láttu himininn bera þig lengra. Æ, eitt lítið knús, svona áður en ég finn mína leið. En ég lofa þér, mamma, að ég kem samt alltaf aftur heim. Lítum fram á við, ekkert stoppar þig. Ekkert nema þínar eigin hugsanir. Snýst hring eftir hring og það eina sem ég veit að ég verð að láta hreina það. Ég vona að þú fljúgir aðeins hærra í dag en í gær. Breiðir út vænginn á móti vindinum sem blæs. Ég vona að þú hættir að hræðast það sem þig dreymir og látir himininn bera þig lengra. Já, ég vona að þú fljúgir aðeins hærra í dag en í gær. Breiðir út vænginn á móti vindinum sem blæs. Ég vona að þú hættir að hræðast það sem þig dreymir og standir fast í báðar fætur. Já, teygðu þig lengra og lengra. Láttu himininn bera þig lengra. Láttu himininn bera þig lengra. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta. Þetta var bara yndislegt. Næst á dagskránni er ávarp nýstúdents. Auður Lárusson Snædal, fráfarandi formaður Nemendafélags Menntaskólann á Egilsstöðum, mun flytja það. Gjörðu svo vel, Auður. Komið sæl, kæru útskriftarnemar, kennarar og gestir. Það er mér mikill heiður að fá að flytja ræðu á þessum merkadegi í líf okkar. Þegar ég var ungur, eða frekar þegar ég var nýnemi og hugsaði útskriftarna mína úr ME, það var það fyrsta sem ég datt í hug, hægt að pæla í sig, það er svo óbáslega langt í þetta. En nú bara komið að þessu. Svo ótrúlegt hvað tíminn flýgur áfram. Með þessu áframhaldi verðum við öll orðin miðaldra áður en maður veit af. Vonandi verður maður jafn hress og ferskur á árni, en það er ekki létt verk. Ferðalög okkar í ME er jafn mismunandi og við erum mörg,
en samt á einhvern hátt svo líkt hjá okkur öllum. Við höfum öll tekist á við alls konar áskoranir, hvort sem það er íþróttameiðsl, fall í áfanga, sambandsslit eða að bera fram Tadjikistan. En ein og sér eða í sameiningu höfum við öll yfirstigið þessa erfiðleika og komið okkur í gegnum þetta. Og nú er komið að því. Við erum hér öll komin saman til að kveðja yndislega kennara og starfsfólk sem hafa fylgt okkur í gegnum ME undanfarin ár. Við höfum öll lært eitthvað nýtt okkur sjálf, vin okkar eða gang lífsins. Þegar maður lítur tilbaka er eðlilegt að finna fyrir sorg, en ég er ekki hér til að græta ykkur, heldur til að benda ykkur að horfa á björtu hliðina. Því þó svo að tíminn okkar í ME að ljúka, þýðir það ekki að sé endalok heimsins. Mér finnst betra líka að við kafli í bók sé að klárast. Því framundan býð okkar ótal tækifæri til að vaxa og dafna sem manneskjur, rétt eins og í ME. En það er aldrei að vita hvað býður manns og það borgar sig ekki að hafa áhyggjur af morgundeginum eða næstu skrefum. Frekar bara njóta hvers dags fyrir sig og taka ný skref með bros og vör. Að lokum langar mig að segja fyrir hönd okkar allra, takk fyrir allt, Menntaskólann á Egilsstöðum. Takk fyrir alla tímana og stundina sem kenndi manni margar mikilvægar lektsjur í lífinu. Takk fyrir frábært tækifæri til að reyna á sjálfan sig, bæði í námi og ekki síður í félagslífinu. Takk fyrir alla þá vináttu sem mun fylgja okkur lífsins veg. Takk fyrir alla minningarnar sem munu lifa í hjörtum okkar sem eftir er ævinnar. Takk, ME. Takk kærlega fyrir þetta, Auðun. Næst er komið að ávarpi starfsmanns og að þessu sinni höfum við beðið Katrínu Högnadóttur að flytja ávarpið. Katrín hefur kennt þýsku í Menntaskólann á Egilsstöðum frá árinu 2019 en mun núna fara í ársleyfi og þetta er því hennar síðasta verk fyrir okkur í bili. Gjörðu svo vel, Katrín. Nú er gott að hafa brillurnar. Ágætis skólameistari, sveitarstjóri Húnaþings, útskriftarnefndur og góðir gestir. Þegar Árni Óla bað mig daginn og spurði hvort ég væri til í að flytja ræðu hérna við útskriftin í dag, þá komu svona vöflur á frúna því að einfaldlega vegna þess að ég bara grenja alltaf svo mikið. Ég fannst þessi tilhugsun að standa hérna grenjandi fyrir framan ykkur í dag, bara ekkert mjög spennandi, svo ég segi það sér. En ég get nefnt ykkur á fyrsta dæmi, það sem að tárin hafa trillað hjá mér. Ég hef til dæmis bara aldrei farið á leiksýningu hjá LME, öðru svona sitja og skemmla og dásta þessum hæfileika búntum þarna og sjá hvernig þau svona vaksa og stækka og verða bara svo ótrúlega öflug við þáttöku í slíkum verkefnum. Sömu sögur að segja tónleika hjá TME, það er bara þá fylgjast með þessum krökkum sem að stökkva bara þú veist á einu hljóðfæri og annað á milli laga og þú veist og koma bara og sigra sjálfan sig aftur og aftur, mér finnst þetta bara magnað. Og ég sit náttúrulega bara á skæli, leið og ég reyni svona að raula með einhverjum lögum. En það þarf ekkert einhver ljósasjó og trillta tóna svo ég brest í grát, nei, það dugur mér alveg að sitja bara daginn bara við útvarpið og svo seinna við sjónvarpið þegar ég með flotta Gettu betur liðið okkar, steig þar stopp. Býtum við, hvert er ég komin á? Akkurat, jú, svo sigrum við menn bara forritunarkeppni framhaldsskólana og Barkadrottningin okkar flutti bara frumsami lag fyrir heilu háskólabíói og talandi einmitt Barkasíðarvera, þá trillir tárin aldrei sem daginn í bylgum, ég var að segja einu berglendi þetta. Þá var ég með hana á playlistanum mínu með nýútgefið lag sitt, hana einu. Og þegar hennar lag hafði klárast, þá tók bara næsta dífa við sem var bara Adele, þið veitir, var svona, þetta er náttúrulega magnað. Og ég skældi bara og skældi. Ég hef líka tárast í kennslu og við það að fara yfir verkefni, það er bara þannig. Og þegar ég veit að nemendur hafa lagt allt sitt í það bara snertir mig svo mikið. Síðast tískutíminn okkar daginn, hann var alltaf bara geggjaður. Við áttum þarna 60 sekúndar hraðstefnumót, bara stóran hluta tímans þar sem að
spurningar og svör á þýsku, ómið bara stofuna og ég bara sá það hvað nefndi skemmti sér vel. Ég sneri mig bara út í horn og þurrkaði tárin þegar þetta svona bara virkar þetta. En já, svo hef ég nú reyndar líka krátið yfirferðverkefna þar sem að, já, hvað ég segja, nefndir hafa skilað sko lóðbeint úr gervigreind, einhverju ömurlegu svari sem enginn er búinn að lesa yfir og menn bara skila þessu. En þau tár eru reyndar af allt öðrum toga en þess sem ég nefndi hérna fyrr. Jæja. Ég veit bara ekki hvað sko tilfinning kuldi hefur gripið mig hérna. Ég ennþá stendi hérna og ég er ekki fann að grenja. Bara ánægð með mig. Öndunarhæfingin sem ég gerði hérna í morgun, hún er að skila sér sko. Jæja. En ástæðan fyrir því ég stend hérna í dag er ekki, hefur ekki með tár eða grátur að gera. Heldur, ég sé þetta ekki alveg. Já, hún er nefnilega svo, eins og ég nefndi hérna á hana, ég er nefnilega búin að sækja leyfi frá störfum frá ME hérna næsta vetur. Og eftir svona vöflunar, þau veitir, skælið og vælið, þú veist, það ákveð ég að nýta tækifæri til að tala við ykkur í dag og til ykkar. Þó mér hafi ekki litist að hugmyndina svona alveg fyrst, sko. En ástæðan fyrir því að ég er að finna leyfi, mér finnst hún, sko, mér finnst bara alltaf að nefna hana hérna í dag og mér finnst hún viðeigandi í svona ræðum sem þessari. Málið sést að ég sést búin að kenna hérna núna í 7 ár, þýsku við skólan. Og þar áður kennt ég í 12 ár við Egilsstaðaskóla. Og mér hefur líka rosalega vel á báðum stöðum. En núna í vor það ákvað ég að horfast í augu við tilfinningu sem er búin að vera svona að banka upp á annað slagið í 7 ár hjá mér. Og svo tilfinningar söknuður. Eins ótrúlega það er, þú veist að vera í svona frábæru umhverfi en finna samt fyrir einhverju söknuði. Og ég er búin að ráða mig aftur í Egilsstaðaskóla til 1 árs, svona bara til að reyna að komast til botns í því, svona hvernig mér líður og hvaðan þessi tilfinning er sprottin. Og ástæðan fyrir því ég er að segja ykkur frá þessu hérna í dag er svo að mér líður svo rosalega vel með þessa ákvörðun. Og mér líður vel með hana vegna þess að mér finnst ég vera að standa með sjálfri mér og hlusta á mína eigin innri rödd og ekki einhvern annan. Og það er sko, ef það er eitthvað sem að mig langar að byrja ykkur að hafa leiðarljósi í krakkar, þá er það akkurat það, að standa með sjálfum sér. Og framöndunni ykkur eru alls konar ákvarðanatökur, þið veitir, sumar einfaldar, eins og til dæmis bara hvort maður er að hanga blogglast aðeins lengur eða halda stríkinu í Duolingo og þýsku. Þetta er borðleggjandi, sko, þetta er ekkert erfitt. En en svo eru ákvarðanir sem að geta bara hreinlega verið bara mjög erfitt að taka. Eins og til dæmis hvaða leið maður ætlar að fara eftir stúdentsprófið. Sumir eru harðákveðnir og vita nákvæmlega hvað þeir vilja, sem er bara frábært. En þetta getur vissulega þvælst fyrir mörgum, en það er mjög margt að velja. Stundum þá bara láta vaða og gjarnan þá leiðir einhvern veginn svona eitt af öðru og maður svona berst í einhverja átt svona og hvort sem að áttin er sko ákveðin fyrirfram eða bara verður svona til, þú veist svona á leiðinni að þá verður alltaf til dýrmætt reynsla og hún fylgja manni alltaf. En ef að þið upplifið ykkur einhvern tímann í aðstæðum þar sem að þið haldið að þið séu kannski ekki alveg á rétta staðnum fyrir ykkur sjálf á einhverjum tímapunkti, hvort sem það er í námi, í starfi, í þýskum þáttum á Netflix, eða bara í ykkar persónulegu lífi, það er svo gott að staldra þess við og vega og meta kosti og galla. Það má nefnilega skipta nám, það má skipta starf, það má velja sem einhverja aðra þýska þætti til að horfa á þið vitið, en þið þurfum að taka ákvörðun þó er hún ekki meitluð í stein. Og það er svo fínt að muna þetta. Og það að svona velta lífinu svona fyrir sér reglulega, skoða svona kosti og galla þeirra stöðu sem maður er í bara á þeim tímapunkti, það er okkur bara mjög hollt öllum, bæði útskriftarnemendum og öðrum hérna inni. Við viljum nefnilega ekki vera á sjálfstýringu í lífinu, við ætlum bara að vera eigin fararstjórar, þið vitið. Það er bara betra og við verðum ánægðir með okkur fyrir vikið. Og svona vangaveltur, það leiða oft til þess að maður svona sannfærist bara hreinlega ennþá frekar í því að það sem maður er að fást við sé bara frábært. Það er náttúrulega bara æðislegt ef að niðurstaðan verður svo. En stundum þá geta svona vangaveltur leitt til breytinga og maður á ekkert að hræðast breytingar. Það er bara þannig. Og
og svo stundi getur það náttúrulega verið einhver svona midlife crisis, svona eins og ég get mögulega hér stend í, en það tíminn verður nálega það er ljós. Fyrir heppina þurfum ekki að hafa að gera því alveg strax, auðvitað þetta eru ekki bara 5 mínútur, sko, þú veist, það eru nokkur ár í þetta. En aðalmálið bara að standa með sjálfum sig og fylgja eigin sannfæringu og það er það sem ég óska að þið gerið, kæru útskriftarnemendur. Innilega til hamingju með áfangann. Nú þá fer ég að skæla. Takk fyrir samfylgdina og gangi ykkur alltaf sólu. Takk kærlega fyrir þetta, Katrín. Katrín er bæði dásamlegur samstarfsmaður og dásamlegur kennari. Þannig að nú vona ég bara að hún uppgötar meðan grátur hennar er meiri í menntaskólanum á Egilsstöðum. Hún skilir sér til okkar eftir árið. Næst er komið að ávarpi fyrrum nemendaskólans en það er Sigurlaug Konráðsdóttir. Hún mun flytja okkur ávarp 45 ára stúdents. Sigurlaug útskrifaðist frá menntaskólanum á Egilsstöðum árið 1981 og var því öðrum útskriftarárgangi skólans frá stofnun. Gjörðu svo vel, Sigurlaug. Kæru nýstúdentar, skólameistari og aðrir góðir gestir. Ég ætla bara að byrja á því að óska Árna til hamingju með endurvalninguna. Þetta er eitthvað farið að skrölda hérna með endurvalninguna og ég veit að hópurinn minn sem er hérna á svölum tekur undir það. Til hamingju með þig. Ég tala hér sem fulltrúi 45 ára stúdenta frá menntaskólanum en við vorum í hópi þeirra sem að hófum nám haustið 1979. Með okkur er hérna líka góður hópur sem var samferða í skólanum og við höfum síðan þá myndað bara eina góða heild. En af hverju komum við hingað í glænýjan skóla? Eðlilega sóttu krakkarnir hérna frá Egilsstöðum í skólan og svo þeir sem höfðu verið á Eiðum. Og svo var það við sem fylgdum Vilhjálmi Einarssyni frá héraðsskólanum í Reykholti, oft kölluð börnin hans Vilhjálms eins og hann ætti ekki nóg af börnum fyrir. En hann fór létt með að fóstra okkur öll sem náðum þetta haust. Hér mættust við hópar úr gamlu góðu héraðsskólamenningunni á Eiðum og í Reykholti og runnu saman við hóp nemenda á þessu dásamlega umhverfi hér. Vilhjálmur Einarsson sem ég nefndi fyrir, skólameistarinn okkar og sá fyrsti við ME, hann var mikill skólamaður og eins og stundum er sagt, hann var framsýnn og ég tel að hann hafa margan hátt verið á undan sinni samtíð. Við eigum honum mikið að þakka, svo auðvitað þeim kennurum sem að kennt okkur og starfsfólkinu auðvitað öllu. Af og til slæddust hingað skrautlegir karakterar sem lífgóðu upp á kennarahópinn. Sveitarstjórnarmenn hér lagði mikið upp því að fá menntaskóla í Egilsstaði og þegar það var í höfn og starfið var að fara af stað gerði allt til þess að bjóða nemendur velkomna. Það var gleði og eftirvænting í bænum og allir tilbúin til þess að taka vel á hópnum sem kom sér fyrir á heimavistinni þennan fyrsta vetur. Einn liður í því að taka vel á móti nemendum var sá að Rótary félagar buðu hópnum heim á kvöldkaffi. Það var fyrsta haustið. Okkur var skipt á nokkur heimili og áttum við góða kvöldstund og þetta fannst okkur mjög fallega gert. Þetta sýndi líka hversu mikil svirðing það var fyrir samfélagið hérna fyrir austan að fá skóla. Já, og þegar maður er ungur og óveislaður, mér þótti ein tertan sem að hópurinn minn fékk svo góð að ég baði uppskriftina sem ég nota bene á enn og þegar ég baka hana þá hugsaði ég hlýlega til gestgjafanna sem ég man enn hverju voru. Menntaskóli var í fyrstu skóli á nokkura hefða en skólinn og við skrifuðum sögun okkar saman. Ég ætla að stikla stóru í því sem að dag okkar dreif. Við fórum í dagsferð hérað með Vilhjálmi og sumir tóku þátt í ýmissi félagsstarfsemi í bænum, einhverjir sóttu þjóðdansaæfingar hjá fiðrildunum og svo fengur nokkrar vinnu hjá Þráni prentara við að naglhreinsa þegar hann var að byggja hús undir prentsmiðum.
Við vorum ung og stórhuga og haustið 79 ákváðum við að þræða félagsheimilin í fjórðungnum og bjóða upp á menningu af hæstu gráðu. Samdir voru leikþættir og við stormuðum á stað. Sýninguna nefndum við Austurland 79. Undirtektir voru í meðallagi en við þóttumst hafa gert vel. Við starfræktum sjoppu í þeim tilgangi að safna fyrir útskriftarferð og ég man að við María Eir, einum af hópnum okkar, við fórum ótal margar ferðir í heildsölu sem var hinum með við fljót til að kaupa sælgæti fyrir sjoppuna. Foreldrar hennar María áttu nefnilega rauðan Volvo sem við nutum sannlega góðs af þessa vetur. Seinni veturinn okkar í skólanum komst að samstarf á milli ME og menntaskóla í Þórshöfn í Færeyjum. Það samstarf leiddi af sér ákveðið var að hafa nemendaskipti á milli skólana. Hópur frá Færeyjum kom hingað og annars hópur fór út. Þetta var vikuferð í febrúar 1980. Það er skemmst fyrir því að segja að við fengum höfðinglegar móttökur í Færeyjum. Bæjarstjórinn bauð til móttöku og okkur var einnig boðið í þinghúsið. Við heimsóttum Kirkjubæ og sigltum til Klaksvíkur og lentum í ólgusjó og skítabrælu á leiðinni þangað. Ógleymanlegur ferðin er líka kvöldvaka þar sem stiginn var færeysku dans sem virtist engan endi ætla að taka. En mikið var gaman. Skólinn tók þátt í landssöfnun vegna að okkur minnir. Þetta er svona búið að vera svolítið þannig að við vorum að henda mitt okkar inn að hugmyndi með ræðan og þá kom svona, jú ég man ekki, nei ég man ekki, manst þú? Nei ég man ekki alveg. En okkur minnir að þetta hafi verið landssöfnun vegna hungraðra barna í Afríku. En okkur var sem sagt smalað upp í rútur og keyrt niður á firði og þar söftuðum við síld nætur langt. Þetta var bara býsna áhugavert og gaman að taka þátt í þessu. Þá fengum við stelpurnar vinnu á árshátíðum og þorrablótum hér í Valaskjálf og þótti okkur það mikil upphefð. Þorsteinn Gunnars sem kenndi okkur sálfræði og félagsfræði kom því í kring að við tækjum þátt í manntali sem að tekið var á Íslandi 1981. Í þessu samhengi er mér minnistæð heimsókn okkar Maríu Eirar á sveitabæ hér í nágrenninu en þar benguðum við samviskulega upp á fyrir hátíð á sunnudegi við fremur lítinn fögnuð því að þar á bæ hafði heimilisfólki verið á þorrablóti kvöldi áður og við vöktum það. Við munum líka eftir skemmtilegu verkefni hjá Daníu Kristjáns, íslenskukennara, þar sem farið við niður á firði til að gera könnun á flámæli. Þá fóru nemendur í jarðfræði áfanga í Kröflu á meðan þar geisuðu Kröflueldar. Ekki gleymum við matmóður okkar, henni Gunnu Aðalsteins, sem hélt í okkur lífinu. Ekki voru aðstæður eldhúskvennanna þó nútímalegar því eldhúsið var það sem nú eru salerni og matsalurinn var í andirinu. En það kom samt ekki veg fyrir að þarna á salerninu voru auk matarins töfraðar fram dýrindi snallflórur sem bornar voru borð í sameiginlegri afmælisveislu einu sinni mánuði þar sem fluttar voru ræður til heiðurs afmælisbörnunum. Mörg okkar bjuggu á heimavistinni og heimavistarlíf er yfirleitt mjög skrautlegt og skemmtilegt. Ég man eftir svo rosalegum vatnslag á ganginum hérna í Valaskjálf að þykka rauða teppið hljóp. Við byggum nefnilega nokkur í Valaskjálf til að byrja með því heimavistin í skólanum var ekki tilbúin þegar skólinn hófst, eða allavega ekki öll vistin. Og utan matmálstíma á heimavist verða svöng börn að bjarga sér. Það gerðum við til dæmis með því að kaupa pylsur í kaupfélaginu og sjóða þær í baðvaskinum með því að láta renna heitt vatn á þær og þær eru ljúflega niður. Mörg partíin heldum við í Rauðasalnum hérna í Valaskjálf, ég veit ekki hvort að hann er til ennþá eða hvernig það var allavega salur sem var kallað Rauðasalurinn. Og þeir sem áttu bíl á þessum tíma voru sendir með langan innkaupalista á Seyðisfjörð. Eftir að prófum lauk þarna vorið 81 voru nokkrir dagar fram að útskrift. Þeir voru annarsamir í meira lagi því við höfðum ekki undan því að þiggja boð. Það voru boð hjá kennurum, hreppsnefndi hélt okkur veislu og hugsanlega fleiri sem við munum ekki alveg. En þessi dagar hafa horfið í hálfgert óminni því veislurnar voru runnu saman í eina allsherjar gleði. En við vorum ung og þoldum það vel og nutum þess. Hópmyndin sem tekið var á morgni útskriftardags lýsir vel ástandi hópsins eftir margra daga veisluhöld. Það ríkti mikil gleði með áfanganum og við fundum til okkar sem fyrstu stúdentarnir frá ME.
Eftir útskrift héldum við í 3 vikna útskriftarferðalag til Lignano á Ítalíu og áttum þar eftirminnilegar vikur. Þar gerðist auðvitað margt skordið og skemmtilegt sem að þolir tæplega eða illa dagsljósið. Við höfum hist á 5 ára fresti síðan 1981, samt nú í fyrsta skipti hérna á Egilsstöðum. Við vorum ungu kapsum og eðlilega snerust samtölin í upphafi nám og starfsframa, húsbyggingar, íbúðakaup, barningur og svo framvegis. En eftir því sem árin hafa liðið fer nú orðið meira fyrir spjalli starfslok og barnabörn og lífeyrismál, ný hné og mjánaskerti. Svona týnist tíminn. Við höfum mist 2 úr hópnum okkar, þá Axel Pálmason sem lést 2014 og Edvard Ingólfsson sem kvaddi í janúar síðastliðnum, blessuð sé minning þeirra. Árin okkar hér voru frábær og lærdómsrík. Hópurinn var fámennur, við byggum til ýmsa viðburði til að skemmta okkur og hafa gaman og eftir sitja ógleymanlegar minningar og vinátta fyrir lífstíð. Til gamans má geta þess að þegar við útskrifumst voru einhvernir í bókstöfum líkt og nú, þetta fer allt saman í hringi. Okkur þykir mjög vænt menntaskólann og Egilsstaði og við sem búum ekki hér hugsum ávallt hlýlega hingað austur. Við vorum 22 sem útskrifumst 17. maí 1981. Útskriftardagurinn var bjartur og fagur og mikil eftirvænting í loftinu og gleðin var áþreifanleg. Í frétt sem ég rakst á í gömlu Mokka kemur fram að meðal gesta við athöfnina voru Ingvar Gíslason menntamálaráðherra, Vilhjálmur Hjálmarsson fyrrverandi menntamálaráðherra og Egill Jónsson alþingismaður. Séra Vigfús Ingvarsson flutti hugveki og Árni Ísleifsson tónlistarkennari lék á píanó og ekki allt búið enn. Tónkórinn flutti lög undir stjórn Magnús og Magnússonar, Heyr, himn og smiður og lagaflokkinn Hjá fljótinu. Þetta var ekkert smáræði. Hvað segir þú þetta? Þetta er gott. Í ræðu Vilhjálms við útskriftina sagði meðal annars: Það er staðföst stefna okkar að halda upp fyllstu kröfum og útskrifa ekki undirmálsnemendur sem hvorki hafa þekkingu til nýja hæfni til að nýta sér þau réttindi sem stúdentsprófi fylgja til frekara náms. Svo mörg voru þau orð. Kæru nýstúdentar, við ykkur vil ég segja, ykkar bíða ótal tækifæri í framtíðinni, verið hugrakk, þrautseig og jákvæð. Nýtið ykkar eigin greind og innsæið til að fást við gerðugreindina sem vissulega er komin til að vera, en láti hann ekki vill ykkur sín. Njóti lífsins til hamingju með áfangan. Ég ætla svo að lokum bara að nefna það að við ætlum að gefa nemendafélaginu gjöf. Ég er ekki með hana, við höfum þetta bara einfalt, við þurfum bara reikningsnúmer að því. Og treystu því að hann sendi okkur reikningsnúmer og þessi gjöf er til nemendafélagsins. Takk fyrir. Næst er komið aftur á tónlistaratriði og ég ætla að biðja Stefaníu, Svandísi, Auðun, Steinar, Braga og Ínum að koma aftur upp á svið. Þau ætla að flytja lögin Slipping Through My Fingers eftir ABBA og Leiðin okkar allra eftir Hjálmar.
gjafar hjá þessum flottu listamönnum sem voru hér á sviðinu, því að nú er komið að seinasta lið á dagskrá og eru það lokaorð frá skólameistara sem er svo slíta athöfninni. Gjörðu svo vel allir. Já, en eins og Anna námsargæfi og söngfugl sagði, það er allt betra með tónlist. Allt. Sagði þetta rétt á. Já, til ykkar nýstúdentar góðir. Það er okkur starfsfólki Menntaskólans fregabandinn ánægja að sjá eftir ykkur úr skólanum. Þar sem þið skilað góðu starfi undanfarin ár og mótast á allan hátt. Stúdentspróf er fyrir flesta nýstúdenta lykill áframhaldandi námi hér heima eða erlendis. Og það er kannski jafnvel hollt að taka stöðuna eftir áfanga sem stúdentsprófið, blása mæðinni í einhver tíma og setja síðan nýjan kúrs í átt að nýjum markmiðum. Hvort sem það er í námi og nýjum slóðum eða út í atvinnulífinu. Það krefst hugrekkis að setja sér erfið og krefjandi markmið og þá er mikilvægt að vera hreinskilinn og heiðarlegur við sjálfan sig, hlusta á sína innri rödd og þekkja sín takmörk. Ykkar mikilvægasta nesti er og verður alltaf mikil iðjusemi, gott vinnulag, gott hjartalag og óbeinandi vilji til afreka. Sama hvar er lendið og hvað þið takið ykkur annars fyrir hendur. Þið skuluð tala vel til ykkar sjálfra og eigna ykkur óhygga það sem þið leysið vel að hendi. En ekki síður er ykkur mjög mikilvægt að eigna ykkur þau mistök sem þið eftir að gera og læra þeim. Lífið hendur jú í okkur allskyns áskorunum og við dettum öll á rassinn annars lagið í þeirri glímu. Ykkar vegferðun hins vegar mótast að því hvernig þið höndlið mótlætið, hverju þið kennir og hvaða lærdóm þið takið með ykkur áfram veginn. Þetta var svona, já, við getum sagt predikun dagsins. En að loka þetta, ég bendi öllu viðstöddum og einnig þeim sem á okkur horfa að skoða lokaverkefni útskriftarnema vorunar. Þau eru öllum opin inn á heimasíðu skólans, me.is, og það kemur sannlega ýmissa grasa og öll þessi lokaverkefni opinbera fjölbreytta hæfileika þessa ágæta hóps sem nú er að yfirgefa okkur. Nú ég vil að lokum þakka bæði starfsmönnum og öðrum hlutaðendur sem koma að því að gera þessa athöfn hér í Valaskálvað möguleika. Það sem tekur við núna myndataka nýstúdenta og verður hérna úti við innganginn að Þingmúla strax eftir athöfninni og þeir munu þess vegna ganga fyrstir út fyrir þeim. Ég bið aðstandendur að bíða með myndaskot þar til okkar ljósmyndarar hafa lokið sínu starfi. Ykkur öllum boðið upp á veitingar hér í hliðarsölum og ég hvet viðstadda til að hinga við, fá sér kaffisopa, hressingu með ljósmyndari skólans tekur mynd af nýstúdentum. Og lokum þá þökkum við öllum þeim sem að hlýddu og endurtökum innilegar hamingjóskir til ykkar allra. En nú skulum við standa upp, góðu gestir, stöndum upp, við opnum dagskrána, förum á baksíðuna og við syngjum öll saman Ísland öðrum skorið eftir Eggert Ólafsson. Og á lokum þá segi ég 40. og 7. starfsári Menntaskólans á Egilsstöðum hér með slitið.